Það fullorðið fólk sem í háskóla sem mætir með foreldra sína til að rífast út af einhvern. Hvað þvæla þetta? Enda það blessun okkar sem eru hægri menn að vinstri menn fara alltaf á hausinn. Kerfin þeirra fara alltaf á hausinn. Þau ekki sjálfbær. Sósíalismi ekki sjálfbær. Það gengur þá taka frá þeim sem að skapa eitthvað og skapa ekkert sjálfur. Og mér líður oft eins og fólkið sem ætlar að bjarga heiminum. Það fólkið sem getur ekki eins og séð sjálft sig. Einhver hluta vegna virðist mér eins og stjórnmálamenn í dag séu fæddir í gær og aldrei upp á sjálfum sér. Þeir þekki ekki söguna. Þessi umhverfisráðherra, Guðmundur Ingi, hann sé að fara fram með svona þvælu í nafni þjóðarinnar, í nafni almennings. Það ætti að vera nóg til þess að hann fengi enga vinnu í opinberri starfsemi. Hvað telur það þurfa að gerast á Íslandspósti? Já, það þarf auðvitað einkavæða fyrirtæki. Sjálfstæðismenn þurfa að sýna að þeir hafi stefnu og hafi getu til að taka ákvarðanir. Það þýðir ekki að gelta, þú ert stundum að býta. Þeir þurfa núna að býta frá sér og sýna hvað raunverulega í þeim býr. Telur það að forystan sé nægilega vel í stakk búin til þess að... Nei. Sællegar. Blessaður Þórarinn. Hvað segirðu gott? Ég segi bara allt fínt. Það ekki? Jó. Þú ert alltaf frekar jákvæður. Lífið skemmtilegra en maður jákvæður. Það bara ekki flóknar en það. Nei. Það einmitt það sem mér langar að ræða þetta út af því ég er búin að vera rosalega eiga erfitt með þetta hugtak út af því að fólk sem hefur náð einhverjum árangri talar mikið bjartsýni. Mikilvægt að vera bjartsýn, mikilvægt að vera spenntur fyrir framtíðinni og mér hefur alltaf fundist, ég er alltaf í smá svona togstreitu við þetta hugtak og ég er alveg hjartanlega sammála að það sé svona undirstöðu þess að þú náður einhverjum árangri að þú sért bjartsýn út af því að það svona leiðir þig í það að taka jákvæðar ákvarðanir gagnvart þeim verkefnum sem þú ert að takast á við. En aftur á móti þá finnst mér að líka geta ollið því að við leiðumst út í það að spyrja okkur ekki erfiðra spurninga. Við erum bara svona það bjartsýn að við einhvern veginn erum ekkert að pæli því hvaða undirstöður við erum að grafa undan jafnvel eða undirstöðum við erum að leggja fyrir börnun okkar til að mynda. Og mér finnst í dag, ég hef búin að lesa mikið Jonathan Haidt og ég veit að þú ert líka aðdáandi. Og að einhverju leyti þá finnst mér við einhvern veginn vera rosalega erfitt með að takast á við aðstæður sem að snúa að því hvernig við verjum okkar tíma og hvað við erum að leggja fyrir börnin okkar. Þannig að ég er eiginlega búin að komast að hugtakinu skilyrðisbundin bjartsýni, að hún þurfi að vera bundin einhverjum skilyrðum það að við séum með undirstöðunar í lagi. Hvað er þitt take á þessu? Þetta er mjög góð spurning vegna þess að ég er búin að velta þessu fyrir mér mjög lengi og svona hef ekkert einhlítt svar en eins og þegar maður verið í menntaskóla þá er oft sagt viltu vera þunglyndur Sókrates eða hamingjusamt svín sælir og einfaldir og þar fram eftir göttunum. En svo fer maður að skoða heimsöguna og maður fer að skoða veruleika sem við búum í og þá er það nú bara þannig að það er hægt að vera með upplýsta bjartsýni. Það er eins og ég horfa á heiminn í dag þá er ekki ástæða til svartsýni og ég var að tala í gær á fundi sem Norðurslóðaviðskiptaráðið og Grænlensk íslenska var með og þá var ég að rifja upp að árið 2008 mjög merkilegt í heimsögunni og fólk spyr sig já, er það út af fjármálaáföllunum? Nei. Það er út af það er fyrst skipti sem fleira fólk býr í þéttbýli en dreifbýli. Og síðan frá árinu 2008 þegar einhverju heldu að kapitalismin og heimurinn var hrynja til ársins 2018 hafa milljarður manna sem fór úr lágstétt upp í miðstétt og síðan núna erum við að horfa á það frá 2018 til 2030 þá eru 2 milljarðar manna í heiminum að fara úr lágstétt upp í miðstétt. Þannig að fátækum þeim fer ört fækkandi og hefur aldrei farið hraðar fækkandi í heimsögunni. Lífskjör almennt að batna eins og Rosling bendir á í Factfulness bókinni sinni. Þannig að ef maður skoðar svona heimsöguna, auðvitað alls konar í gangi. Það er óhugnanlegir atburðir í Miðausturlöndum og í Úkraínu og fleiri stöðum. En heilt yfir þá er tilefnið til bjartsýni og ég gaf út bók sem voru mitt með á bókinni á borðinu 2013 að þá er ég að fjalla auðlindanýtingu og fjalla viðskipti og tækifæri og annað þýðanlegt. Og
það enn til fólk í dag sem heldur að það verði offjölgun mannkyns en árið 2023 mjög merkilegt vegna þess að það fyrsta skipti á sögulegum tíma sem fólki fækkar í heiminum og á milli ára. Það bara hægt að horfa á árinni kringum svartadauða í kringum 1350 sem þetta gerist. Þannig að öðru leyti að frá miðöldum, það voru einar myrku miðaldir sem var stöðnunar leiðenda skeið og í kringum það skeið svartidauði. En eftir að hennu myrku miðöldum líkur þá hefur verið samfellt uppgangsskeið og það sér ekki fyrir endan að því. Þannig að það ástæða til bjartsýni. Ég nefnilega, já, sem og mér langar einmitt að ræða bókina en ég lánaði mitt eintak, þess vegna þurfti ég að fá þig til að koma með annað eintak handað mér hérna. Þetta orðin safngripur, þetta uppselt. Já, nákvæmlega, þannig að það eins gott að halda vel í þetta. Hérna, en sko, já, þetta einmitt eins og sko, Steven Pinker talar líka það svona á keimlingum slóðum og hérna, Rosling, það sem hann talar í Better Angels of Nature, það sem að tekur sko glæpatíðni og ofbeldi sem hefur farið ört minkandi samhlega einmitt velmegun og ég einmitt hef fært rauk fyrir því bæði þessu hlaðvarpi að einmitt sko viðskipti og það ákveðin samlegar áhrif viðskipta og minkandi ofbeldis, þar að segja að sé minkandi ofbeldi samhlega því að fólk hafi það betra en við erum sko það sem að mér finnst svolítið sérstakt við daginn í dag og ástæðan fyrir því að ég svona aðeins tortryggnari heldur en kannski gengur, að ég ætti að vera kannski, að hérna við sko við fengum þessa síma sem eru þessir þessir símar sem eru núna orðin bara Stöð gagnavera, þú getur nálgast allar upplýsingar úr öflugustu gagnaverum í heimi á brottusekundum. Nákvæmlega, þetta svissneskur sko, hermannahnífur á sko, risaskala, ég get notað þetta í hvað sem Við erum ekkert að nota þetta neitt frábæran máta, eins og þetta átti að verða einhver rosalega lýðræðisvæðing í Miðausturlöndum og fleira þvíumleitt eins og hefur fjallað og það sem að sko, Jonathan Haidt talar í nýju bókinni sinni Anxious Generation sem ég nefndi við daginn sem að ég enda bara búin með helmingin af, ég ætlaði að vera búin með hana. En það einmitt fer hann yfir það sko, hvernig okkur hefur tekist að ræna börnunum okkar æskunni. Akkurat. Sem sko næginlega niðurdrepandi út af fyrir sig, en það líka niðurdrepandi upp á framtíðinu sem að snýra því hvort að börnin, þeir tala sko, eða hann talar experience blockers. Sem að valda því að börn eru ekki að nálgast nægilega mikið af áskorunum og ágjöf í eigin lífi og sem veldur því að síðar meir þá verður þetta sko immune system eins og hann kallar það reynslunar verður svo lélegt að börn síðar meir mun ekki geta tekist á við minniháttar áskoranir en sem að við myndum kalla minniháttar áskoranir með það sem að aðrir þurftu að upplifa tala nú ekki kynslóðanar undan okkur og það muni koma til með að valda því að það verður mjög mikil aukin svona, auknar geðraskanir aukið þunglindi og fleira þar fram eftir götunum og eina svarið okkar við þessu ekkert eitthvað að takast á við vandana, breyta einhverju umhverfi krakkana, breyta því hvernig við notum og skjáhegðun og fleira þvíumlíkt. Nei, það bara, allir þurfa að komast til sálfræðings. Og ég held að... Og helst á lyf. Og nákvæmlega, og lyf. Og ég einhvern veginn hef stórkostlegar áhyggjur af þessari þróun. Já, þetta bara byggir á því að eins og við skilgreinum börn, það fólk sem ekki sjálfráða. En hver á börnin? Það ekki ríkið sem á börnin, það eru foreldrarnir sem eiga börnin og það eru foreldrarnir sem bera ábyrgð á börnunum. En þeir að kasta allri ábyrgð frá sér. Maður sér foreldra með börn á veitingastöðum eða einhverstaðar og börnin eru bara sett fyrir framan síma. Þetta ótrúlegast það sem ég séð. En það ekki rætt við börnin, það ekki lesið fyrir börnin, það ekki leikið við börnin. Foreldrarnir sitja í eigin heimi og börnin í sínum eigin og í bóksinni Coddling of the American Mind sem ég mæli reyndar bara með ritgerinni sem kom í Atlantic cirka 2016 frá Haidt bókinni svona bara útþengt útgáfa af ritgerinni þá er hann að segja hvernig búið að setja
unga fólkið í Bómull. Og ég bjó í London og þá var einmitt eitt vinur minn sem var að vinna í bankastarfseminni, hann var mjög ánægður með það, ég setti börnin bara í hverfisskólan en ekki í einkaskóla. Og það segði að börnin hans, hann hefði gert þau mistök að vera með í einkaskóla, fram eftir öllu og svo fóru þau loksins í einhvern fínan háskóla, segjum bara í Oxford. Og þá var í fyrsta skipti einhver sem var vondur við þau. Það var einhver sem stríddi þeim, það var einhver sem vildi ekki leika við þau, eða þannig, ef maður setur það í þetta hlutverk. Þannig að þau bara upplifðu í fyrsta skipti höfnun, upplifðu í fyrsta skipti útskúfun, upplifðu í fyrsta skipti að þau þyrftu að taka á honum stóra sínum. Og það var nóg til þess, þú hefur aldrei þurft að lendi í einum útistöðum í einum, eða áskorunum, að þá brotnaru saman. Og það er þetta, bara viðnámsþrótturinn, og þetta er eitthvað sem þetta Taleb talar mikið í Anti-Fragile, að þú verður að vera eitthvað sem herðist við áskoranir, við ágjöf, við erfiðleika og þannig getur þú vaxið. Og í dag, því miður, og það er náttúrulega ekki ábyrgð ríkisins, það er ekki ábyrgð þessara stórfyrirtækja, þetta er á ábyrgð foreldra og foreldrarnir geta ekki kastað þeirra ábyrgð frá sér ef að börnið þeirra er einhvern veginn ekki tilbúin undir lífið. Ég er nefnilega, sko, út af því að við höfum einmitt rætt keimlíka hluti áður og það sem að mig langaði einmitt að gera og ástæðan fyrir ég talaði einmitt Bjartsýni er að við tölum ekki bara það sem að er heldur líka að við reynum sko að skoða hvort það sé einhverjar sko lausnir út af því að það er mjög oft sem allir með stjórnmálamenn tala stórkostlega vandamál hér og þar og eru svo með ekki neina lausnir eða þá í sumum tilfelli með hræðilega lausnir sem á alls ekki að fara út í. En hérna, sko, Kassar Sönstein talar choice architecture, það er að segja valarkitektúr og það er hvernig við mótum umhverfi okkar, það er hvernig við mótum okkar menningu, það er hvernig við mótum allt sem að viðkemur okkar lífi bæði instakjarna og eitrikjarna sem að byggir á því að þú tekur réttar ákvarðanir og sko hvað telur þú að það sé hægt að gera í þessari, þú talar að hverfiskólinn hafi verið svona aðstoða þín börn við að takast á við lífið en hér á Íslandi, hvað er það sem við getum gert til þess í rauninni að búa til þannig hvatastýringakerfi að fólk fara að taka betri ákvarðanir sérstaklega hvað varðar það að í lífinu þarftu að takast á við áskoranir og það er ekki best að það verði þegar þú ert komin yfir tvítugt. Já, það eru þetta að vefja ekki fólkin í Bómull, það er að leyfa opin frjáls skoðanaskipti, það er að leyfa tjáningafrelsi, leyfa mismunandi skoðanir. Þannig að þú upplifir það að allir sé ekki sammála, þú upplifir það að það er ekki eitt sannleikur, þú upplifir það að það sem kennarinn segir er ekki endilega rétt, það sem stendur í bókinni er ekki endilega rétt og auðvitað býr það til óöryggi en það er nauðsynlegt óöryggi vegna þess að það er bara sannleikurinn. Þetta er ekki allt rétt og það er ekki hægt að setja krakka þannig í eitthvað umhverfi þar sem sannleikurinn er allt það sem kerfið segir og það má ekki efast neitt og síðan eru ákveðnar samskiptareglur, það eru einu reglurnar sem þarf að fylgja og síðan er verið að segja við fólki að ef það mennta sem er þessum hætti að þá gengur því allt í haginn. Þetta er bara ekki svona, þetta er flóknara og það er einmitt það sem gerir lífið skemmtilegt vegna þess að líf án áskoruna er ekki líf sem er spennandi. Einhverjum kann að þykja það þægilegt líf en sannleikurinn er sá að það er samkeppni og það er samkeppni á milli samfélaga, það er samkeppni á milli innan samfélagsins, á milli mismunandi greina og annað þýumlíkt. Og það er greinar sem leyfa ekki samkeppni og mismunandi skoðanir og þau samfélög sem leyfa það ekki, þau missa sitt hæfasta fólk. Það fer annað. Og þess vegna þarf við þetta Ísland sem ég er mjög hrifinn af, ég elska Ísland, að Ísland þarf að bjóða upp á svona umhverfi. Annars fara þeir hæfustu sem skilja það að svona þrúandi kerfi, það sem er búið að jafna út alla, enginn má skara fram úr, það má ekki gera neitt til að hampa einhverjum sem gerir betur en annar, að þeir sem hafa möguleika að gera betur en aðrir, þeir fara. Þannig að þetta er ekkert mjög flókið, en það er þetta að setja þetta í mjög flókinn búning. Já, þetta er líka sko, það sem að ég hef pínu áhyggjur af sem að snýra þessu er sko, einmitt, sko, það er einhver
það er einhver miðpunktur sem þarf að negla hana, en eins og með kennarana, það er mikilvægt finnst mér til mér eins og að það sé, mér finnst það er augljóslega, kennarar heyri mér, það er agavandamál í skólum og það er fyrst og fremst út af því að foreldrar eru ekki að taka ábyrgð á börnunum sínum, foreldrar mæta bara í skólana með börnunum og segja, heyrðu, hvað er nú að kennaranum? Það er fullorðið sko fólk sem er í háskóla sem mætir með foreldra sína til að rífast út af einhvern. Hvað þvæla er þetta? Þetta er orðið bara, þetta er svo gegndarlaus vitleysa. Hvenær hætta börn að vera börn? Ég meina það er við 18 ára aldur þau eru hún sjálfráða. Þá er það skylda foreldrarna að vera að undirbúa þau þannig fyrir lífið að þau geti tækist á við lífið sjálf. Auðvitað geta þau fengið aðstoð heima fyrir, en foreldrarnir mæti ekki með þeim í skóla hvart yfir einhvern. Nei, og þetta er mikilvæga punktur út af því að það er eitthvað sem er búið að gegnsýra, Thomas Sowell segir hérna að það sem er einkennilegt ungu kynslóðunir í dag er að þau að bera ábyrgð á því hvað sömu kynþættir og þau gerðu hérna fyrir einhverjum árhundruðum en þau ekki að bera ábyrgð á eigin lífi. Akkurat. Og mér finnst þetta eiginlega að ná svolítið utanum þann veruleika sem við erum að takast á við í dag. Þar sem einmitt við erum svo rosalega, það eru allir í því að takast á við svona einhver risastór vandamál. Já. Og fólk hérna... Ég var látið að lesa í menntaskóla sem betur fyrir Bjargvættin í grasinu í frábæri þýðingu Flosa Ólasonar eftir Salensier og það var ráðvilltur rúlingur og sem kunni ekki fótu sínu forráð og eina sem hann langaði að gera það var að bjarga öðrum. Og mér líður oft eins og fólkið sem ætlar að bjarga heiminum. Það er fólkið sem getur ekki eins og séð sjálft sig. Og kannski er ég alhæfa á mikið þarna, en mér líður oft svona. Já, mér líður líka svona. Nei, en þannig að frumskylda hvers og eins er að geta séð sjálfan sig og sína nánustu. Ef hann getur það ekki, þá hann ekki að skipta sér að öðru fólki. Og þetta er allt frekar einfalt. Já, þetta náttúrulega kemur að einmitt þessum vandamálum sem snúa að geðröskunum ungs fólks sem að ég tel að beri í grunninn ekki endilega ábyrgð á eigin raunum. Ég held að þetta séu þær undirstöður sem við leggjum upp og með út af því að nú sér það í fjölmiðlum og víðar þá bara tala um það, heyrðu, já, hérna, það er hérna fullt af fólki sem er komið á þunglyndislyf og önnur lyf, það er annað hver maður með ADHD, við þurfum að finna lyf fyrir þetta fólk og svo koma nánast einhverjir lobbyistar fyrir þessu málstað og tala um það bara við eigum ekki að vera að spyrja spurninga hérna. Nefnitt. Og þú veist, ef við viljum hætta okkur út í mjög eldfinn máli, ég menna að sama gildir með transmálefni. Ég er alveg fullviss um það að fullorðið fólk að fá bara gera það sem að vill við sín líkamann. Akkurat. Alveg 100%. En það ætla að fara að segja mér að ég megi ekki spyrja spurninga þegar það er verið að tala einhverja puberty blockers fyrir ungt fólk og fara að ljúga því að mér að það mun ekki koma til með að hafa nein áhrif á framvindu þess úlings. Það þykir mig bara að vera algjört þvæla og ég vil bara fá að geta sagt það án þess að þurfa að fá einhverja hólskeplu í fjölmiðlum, en samt einhvern veginn er umræðinni stýrt þannig að það eru, þú veist, sér þetta mjög oft allir með einhverju svona aðhyllast svona hægri efnaðarstefnu að þá eru þeir settur undir sama hatt, jafnvel þú eru að hafa kannski ekki fjallað málið, þá eru þeir hata transfólk, hata aðra kynþætti og eitthvað fleira þvíumlíkt, en oftast er þetta bara fólk sem er kannski ekki hrætt við það að segja sína meiningu og er bara að spyrja spurninga. Akkurat, og það mátti ekki spyrja spurningu COVID, það má ekki spyrja spurningu um þetta transdót allt saman, það má ekki spyrja spurninga í útlendingamálum. Ég meina, hvers konar samfélag er þetta? Við höfum aldrei verið menntaðri, en það er eins og umræðu hefðin hafi að minnskosti síðustu áratugi aldrei verið verri. Þannig að hvað hefur öll þessi menntun og öll þessi upplýsing skilað okkur? Og þá fer maður aftur í skólakerfið og það er sem Hætt er að gera og fleiri og skólakerfið er orðið allt á einslegt og skólakerfið er orðið kerfisvætt. Ég elst upp í Stokkólmi, faðir minn var að nema læknisfræði þarna og fór í skólan og það voru plaggöt að ef að foreldrarnir voru, ég var 6 ára, ef að foreldrarnir voru ósangjarnir við því þá ætti að kæra þau til félagsmálayfirvalda. Og ég var með kennara sem Ulla hét hún og
Hún var alltaf að tala um að hún voru sein og þegar hún voru að eiga svo æðislegt kynlíf með manninu sínum og voru 6 ára. Og það mátti ræða um kynlíf og það mátti ræða um guð má vita hvað, en það mátti alls ekki ræða um skyldur og réttindi barna nema bara réttindi barna. Og allt gert á forsendu barnanna. Og ég skil ekki hvernig þessi kynlífsumræða átti einhvern veginn samleið með þessu, en kerfið á þessum tíma, þetta sósíaldemókratíska kerfi, var orðið algjörlega komið út í skurð. Og sem betur fer var það skorið upp og breytt, en það blessun okkar sem eru hægri menn að vinstri menn fara alltaf á hausinn. Kerfin þeirra fara alltaf á hausinn, þau ekki sjálfbær. Sósíalismi ekki sjálfbær. Það gengur út að taka frá þeim sem að skapa eitthvað og skapa ekkert sjálfur. Þannig að